Ágætu foreldrar og aðrir tilherendur. Ég ætla að fara hérna örsnögt yfir viðhorfakönnun sem framkvæmd var meðal foreldra nemenda í menntaskólum á Egilsstöðum 4. til 12. apríl síðastliðinn. Könnunin var lögð fyrir með því að senda tölvupóst með tengli á könnunina, hún var á netinu. Tölvupósturinn var sendur 4. apríl og það voru alls 458 netföng sem fengu könnunina og þar varum að ræða foreldra 248 nemenda, þar að segja þeirra dagskólanemenda í skólanum sem eru ekki orðnir meir en 21 árs. Síðan var send út ítrykkun 11. apríl og lokað fyrir könnunina þann 12. Alls bárust 106 svör við könnuninni. Við getum ekki með nokkru móti vitað hvort að það voru foreldrar 106 nemenda eða hvort að í einhverjum tilfellum báðir foreldrar sama nemenda svöruðu. En ef við horfum á 106 svör og gefum okkur það að þetta hafi verið eitt svar frá hverjum nemanda, þá nær svarhlutfallið að vera 43%, en 23% ef við horfum á hlutfall svara út frá útsendum skeytum. Hér sjáum við aldursdreifingu svarenda, það er bláa súlan. Flestir nemendur eða foreldrar nemenda á fyrsta ári svöruðu og svo öðru ári og svo framvegis. Þetta endurspeglar eins og við sjáum vel aldursdreifinguna í skólanum. Þar eru flestir á fyrsta ári og færri á öðru og þriðja og fjórða og síðan eru þarna nemendur fæddir 1992 eða fyrr og þar er svörunin áberandi lægst sem hlutfall af fjölda nemenda, en það er kannski ekki óeðlilegt þar sem að þetta eru nú orðnir það stálpaðir nemendur. Við skulum skoða örsnögt hvernig kynin skiptast, það er að segja nemendur skiptast á kyn og það eru nokkuð fleiri, eða foreldrar nokkuð fleiri stúlkna sem að svara könnuninni heldur en pilta. Hlutfall nemenda í skólanum er ekki alveg svona mismunandi, það er að segja það er nærði að vera jafnt. Og hér sjáum við svo hverju svara þessari könnun. Það eru nú fyrst og fremst mæðurnar sem hafa gert það í 77,4% tilfella. 21% tilfella er það faðirinn sem svarar, en síðan eru í það byrja 2% tilfella báðir foreldrar sem að sitja yfir könnuninni og svarinni. Nú fyrsta spurningin var ímynd skólans og þar sjáum við að stærstur hluti foreldra og nánast allir foreldrar standa þeirri trú að skólinn sé góður. Það er með sé góður skóli og langflestir til þess að bera traust til skólans. Þessar niðurstöður komu okkur ánægilega, ekki kannski beinlínis óvart, en staðfestu það á ánægilegan hátt. Þá skoðun okkar, við höfum að sjálfsögðu það trú sjálf að skólinn sé góður. Samskipti við starfsmenn skólans, og þar sjáum við annars vegar að fæstir foreldrar hafa verið í samskiptum, sérstaklega við námsráðgjafa, umsjónarkennara og greinakennara. Örlítið fleiri hafa verið í samskiptum við skólameistara og áfangastjóra. En þeir sem hafa haft samskipti hafa nánast undantekningarlaust átt í góðum samskiptum við starfsmennskólans. Það er einungis eitt svar þar sem að einhver foreldri hefur haft slæm samskipti við skólameistara, áfangastjóra eða námsráðgjafa og í 2 tilfellum greinakennara. Og þetta þótti okkur líka ánægilegt. Foreldrum bauðst að gera athugasemdir eða svona opin spurningum, ábendingar eða athugasemdir í sambandi við samskipti og upplýsingagjöf og þar komu 19 svör og helmingi þeirra er fréttabréfi rósað og upplýsingum til foreldra. 6 nefnast samskipti og það eru 4 sem að nefna það að góðu og 2 að slæmu og síðan eru önnur atriði þarna sem eru í ýmsum toga eins og kemur þarna fram. Og það voru fjölbreytt svör. Og við spurðum sérstaklega spannir og verkefnatíma í þessari könnun, því þetta er hluti af því að vega og meta þessa tilraun sem hefur verið í gangi hjá okkur í 2 ár. Og þar er annars vegar þessar spannir sem eru 8 vikur, þar að segja það sem að nemandinn tekur færri fög á styttri tíma, það byrja 7 kennsluvikur rúmlega, 36 daga meðaltali og síðan það byrja viku í námsmat. Og stærstur hluti foreldra telur að þetta hendi námi nemandans vel eða mjög vel, en þannig 22 16 foreldrar sem að telja að þetta hendi nemandarum illa. Verkefnatímarnir, eins spurt þá,
hversu vel henta verkefnatímarnir námi nemandans, og það aftur stærstur hluti foreldra sem telur að verkefnatímarnir hendi nemandanum ágætlega eða vel, mjög vel eða vel, en þarna eru líka 17 sem að telja að þetta kerfi hendi nemandanum illa. Spurt var hvað foreldrarnir teldu að nemendurnir nýttu verkefnatímana vel. Við reiknum nú með því að foreldrar séu að ræða þetta við börnin, og þar kemur líka í ljós að flestir telja að nemendurnir nýti verkefnatímana vel. Þó þarna 22 sem að telja að nemendurnir nýti verkefnatímana illa. Við höfum líka opnað spurningu þarna athugasemdir ábendingar í sambandi við þetta námsskipulag, og þar komu fleiri athugasemdir 30, og það var ýmislegt. 2 nefndu að þið kunni vel við þetta form, og þarna eru athugasemdir hvort að væri eðlilegt að hafa bundna viðveru í alla tíma, sérstaklega held í verkefnatímana, og þið sjáu þessar athugasemdir sem þarna eru gerðar. Þær eru ýmsum toga. Þarna lýsa meðal annars foreldrar áhyggjum af því að nemendur séu nýta tíman undir annað heldur en námið, og að kennararnir séu kannski ekki búin að vera nógu duglegir að endurskoða sína kennsluaðferðir. Spanakerfið er þarna nefnt oftast. Þar eru 2 sem eru jákvæðir dæmi nemendur sem hafa sótt skólavist í skólunum vegna spanakerfisins, en 12 tala að best væri að leggja þessar spanir niður eða nefna einhverja galla. Þar er algengast að menn nefni ofraða yfirferð og erfið að sé að melta námsefnið, og það sé álag og stress, og þetta hendi ekki öllum námsgreinum. Þetta er svona aðalatriðin þarna úr þessu. Einnig minnst á skipulagið, að hvort kennarar skipulegi sig þannig að þeir séu ekki allir með stór verkefni á svipu með sama tíma. Varandi verkefnatímana þá er einn sem nefnir þann kosta verkefnatímakerfið stuðlið að sjálfstæðinu, 5 nefna þarna galla, telja hlutfall verkefnatíma á hátt, en þess má geta að hlutfalli verkefnatíma var breytt á þessu ári og dregið úr hlutfallinu. Það var lækkanir í 45% eða innan við það var hærra. Það var helmingur á síðast ári. Talað frjálsa mætingu í verkefnatímum, dæmi sem að nemendur hitta ekki sína kennara og að nemandinn fá ekki aðstoð í verkefnatímanum. Og svo eru svona ýmsar athugasemdir sem að bætast þarna við. Næst athugum við líðan eða upplifun, hvernig foreldri upplifir að nemandanum gangi eða námsgengi nemandans. Í fyrsta lagi hérna talað hvernig nemandanum líði í skólanum, og þar sjáum við að stærstur hluti foreldra telja nemandunum líði vel í skólanum. Þó eru þarna áhyggjuefni að það skuli foreldra 6 nemenda hafa lýsa því eða hafa þá upplifun að nemandanum líði ekki vel. Hér er líka farið yfir það hvernig upplifun foreldrana er hvort nemandinn fá námið hæfi eða nemandinn standi sér vel í skólanum, og hvort vekja er nú jákvæða súlurnar hærri, og sem betur fer engin mjög ósammála því að nemandinn fá námið hæfi eða nemandinn standi sér ekki vel, en þarna eru þó 10 og 12 sem svara því að þeir séu ósammála því eða upplifun þeirra sé að nemandinn fá námið hæfi og að nemandinn standi sér vel. Spurt var líka hvernig nemendunum gengur eða hvernig foreldrinu upplifa það að nemandinn klári verkefni á skólatíma og fá nám á sínu áhugasviði, og hvort nemandinn fái eða öðlist nægan undirbúning fyrir frekara námið að störf. Og hér sjáum við að stærstur hluti telja þetta allt saman ganga upp, þar að segja að þeir nái að ljúka verkefnum á skólatíma, að þeir fái nám á sínu áhugasviði og öðlist nægan undirbúning. En þó er hópur þarna 20 manns, 30 manns reyndar eða 29 sem eru ósammála því að þeir takist að ljúka verkefnum á skólatíma, og 20 manns sem telja nemandinn fá ekki nám á sínu áhugasviði, eða 21, og 10 sem telja mögulega fái nemandinn ekki nægan undirbúning fyrir frekara námið að störf í skólan. Við spurðum hvort að foreldrarnir telja nemandann stressaðan í skólanum, og þannig eru nú alveg 22 sem telja nemandinn sé stressaður í skólanum, en stærstur hluti er ósammála því. Við
spurðum þarna líka með opinni spurningu hvort menn hafi athugasemdir eða ábendingar námsgengið. Þar nefna, eða 21 sem svara því, og þar nefna allmargir stress og álag. Námsframboð sé ekki fullnægjandi, að það sé galli að nemandinn hitti ekki sína kennara í verkefnatímanum, og vanti sveigjanleika, og óheppilegt hafi verið að það rekist leikrit og þjóðleikur saman, og ýmislegt annað sem þarna kemur fram. Og við spurðum hvað foreldrarnir teldu að nemendurnir notuðu langan tíma í heimanámi viku, það er að segja fyrir utan verkefnatímana, og þar dreifist þetta nokkuð jafnt, en hæstu súlurnar eru þarna 35 klukkustundir og 6-10 klukkustundir. En stór hópur foreldra nefnir þeir vitið ekki, og þá er það yfirleitt það að ræða að við teljum ef við sjáum það í athugasemdunum að nemandinn sé á heimavist og foreldri hafi ekki hugmyndum hversu mikið eða litla hugmyndum hversu mikið tíma hann notar í heimanum. Og það eru gerðar þarna nokkrar athugasemdir, 15 athugasemdir samtals, þriðjungur þeirra að heimanám sé mikið, það sé mismunandi vinnuálag eftir fögum, að nemandinn á að vinna mest í skólanum, og einbeiting og nýting verkefnatímana sé léleg, og þarna er aftur nefnt að nemandinn ætti að geta verið hjá sínu kennara, og ýmsar aðrar athugasemdir. Og við spurðum foreldra hvernig þeir haga sínu aðhaldi fyrir nemandann, þar að segja hversu vel þeir fylgjast með hvað nemandinn er að gera, hversu margir athuga mætinguna hjá nemandanum. Það er nú stærri hluti, eða 78 sem að gera það, en 24 sem gera það ekki. Hversu vel þeir fylgjast með einkunnum í innu, þar er stærsti hluti sem gerir það. Þess má geta að foreldra hafa ekki sjálfkrafa aðgang að innu eftir að nemandinn er orðinn 18 ára, svo það getur nú skýrt eitthvað af þessum sem er ósammála, mjög ósammála. En það má benda foreldrum á það að ef nemandinn er þarna á vegum eða er ennþá undir býr ennþá hjá foreldri, að þá sé eðlilegt að foreldri fylgist með og geti þá fengið aðganginn hjá nemandanum. Og síðan athuga hvort að nemandinn fylgist með í verkefnum og kennsluvefnum. Þar eru færri sem að gera það aðeins, en það kemur náttúrulega til að því það er svo sem ekki sérstaklega verið kynnt að foreldrið hafi aðgang að kennsluvefnum. Foreldri fær ekki sérstakan aðgangsorð að þeim vef, heldur þar þá eingöngu að stóla á að fá þann aðgang hjá nemandanum. Og við spurðum líka hvort að foreldrar væru sátti við reglur skólans mætingar, og flestir eru það, og hvort að miðspannamatið gagnist foreldrum til þess að fylgjast með námsgengi nemandans, og það er yfirgnæfandi meirhluti foreldrar sem að telja það gagnist þeim vel, eða 96 foreldrar. Síðan voru bara almennar athugasemdir í lokin skólastarfið. Það voru 28 foreldrar sem að skráðu almennar athugasemdir. Það eru 6 sem hrósa skólanum fyrir gott starf, og 4 sem að nefna spannakerfið sérstaklega og hafa hugan við það. Það eru 8 eða nýtt kerfi. Það eru 8 sem að nefna spannir sérstaklega, 1 hrósar þeim sérstaklega, en 7 vil ekki spanna það niður, og telja þá að þetta kerfi hendi eingöngu sterkum einstaklingum. Það sé mikill hraði og álag eins og áður hefur komið fram, og mikið efni á stuttum tíma, og námið verið einsleitt. 5 nefna verkefnatímana sérstaklega, sumir telja það sóun að sitja verkefnatíma og bíða eftir aðstoð sem er ekki hægt að fá, og þannig sjáum við þess fleiri athugasemdir sem voru gerðar varðandi verkefnatímana. Og svo eru aðrar bara almennar athugasemdir sem hér koma, eins og að það sé gott að fylgjast með, og miðspannamatið sé gott að taka stöðuna. Það sé jákvætt að MS sé skóli fyrir alla, og það sé blöndun í skólanum. Mötuneytinu var hrósað, gott að hafa matseðil. Þarna kom líka ábendingar að skólinn þyrfti að koma meira að félagslífinu, og aðrir sem að töldu gott að skólinn komi að, og foreldrafélagið komi að félagslífinu.
menn nefndu meðal annars að nemandinn sýni sjálfstæði í vinnunni, að umsjónarkennararnir þyrftu eða umsjónarkennarakerfið, þar þurfi þeir að vera duglegir að grípa inn í og meira vakandi. Og svo þetta bara svona almennir athugasemdir sem þarna koma fram og aðrar.